5 mínútur yfir, þú sér. Góðan daginn, gott fólk. Velkomin á málstofu Hafrannsóknastofnunar. Nú í dag ætlar Hafsteinn þörungafræðingur að segja okkur frá eitruðum þörungum og niðurstöður úr vöktunarverkefni sem svona ongoing alltaf hérna á Hafrannsóknastofnun. Komið þið sæl. Ég vek athygli á því að klukkan orðin 5 mínútur yfir, þannig að ég tel mig til tekna ákveðna 5 mínútur hérna. Ég hatta kannski. Jó, þetta sem sagt fjallar vöktun eiturþörunga í sjó í Ísland og fólki sem með mér í þessari grúppu og greinir þörunga eru Kristín Valsdóttir, Agnes Eydal, Kristinn Guðmundsson og Karl Gunnarsson. Við höfum vaktað eiturþörunga í sjó frá árinu 2005 og það rétt að taka fram svona í byrjun að svifþörungar eru ein aðalfæða kræklings því að kræklingar eru síarar og það er gott að hafa þetta í huga þegar kemur aðeins lengra fram í fyrirlesturinn. Og eiturþörungarnir berast þá þannig sem fæða í krækling. Og eiturefnin eru 3 svona aðalega sem talar í heiminum, þó þau séu í rauninni miklu fleiri. Það PSP, DSP og ASP, auk nokkur annara og ég taki það fram strax að það hefur einungis tekist að mæla PSP og DSP í íslenskum kræklingi. ASP hefur aldrei fundist, þrátt fyrir að við höfum tegundir sem geta bent í þá átt. Frá byrjun hafa verið vaktaðir svona 3 til 8 staðir, ekki þó allir 8 sama árið. Og vöktunin fer fram að mestu leyti frá vori til hausts, því að þetta eru plöntur og þurfa sólarljós, margar þeirra og flestar. Og það er aðalega sá tími sem að þeir vaksa. En við vöktum líka á veturna fyrir þau svæði sem eru með kræklingarækt og uppskera jafnvel allt árið. Það eru tekin 2 sýni, það er sem sagt háfsýni sem þá veiðum við svifþörunga eða sá sem tekur sýnið í þennan háf sem með mörskvastæð 20 mikrómetrar og svo tekið sjósýni og núna síðustu árin þá hefur það verið tekið með 10 metra slöngu sem þrædd ofan í sjóinn frá yfirborði og sýnið sem við fáum þá einhvers konar samansafn af því sem af svifi frá 0 til 10 metra dýpis. Þetta nú ekki alltaf hægt reyndar því að á einstaka stað dýpi ekki nægilegt til að ná 10 metrum en það þó tekið svona allt að botni. Sýnunum í þessu verkefni safnað af kræklingaræktendum á þeim stöðum þar sem ræktunin fer fram og jafnvel veiðimönnum þar sem veiðar fara fram eins og í Hvalfirði, það eru veiddur þar kræklingur og í Þistilfirði þar sem veidd kúskel svona á stundum allavega. En síðan hefur Matvælastofnun og eða Hafrannsóknastofnun séð að taka sýni að einhverju leyti í Hvalfirði. Og verkefnið unnið í samvinnu við Matvælastofnun sem í rauninni eftirlitsaðilinn með heilnæmi skeljar og fleira sjávarfangs sem fer á markað. Þetta snýst nú samt aðalega krækling hérna hjá okkur. Algengustu tegundir eitraðra svifþörunga á íslensku hafsvæði eru þær sem þið sjáið hér. Þetta í rauninni 2 ættkvíslir af skoruþörungum, annars vegar Dinophysis ættkvísl og það eru 4 tegundir þar. Það að segja Dinophysis acuminata, Dinophysis norvegica, Dinophysis acuta og Dinophysis rotundata. Þær finnast sem sagt þessar 4 hér við land og geta alla verið eitraðar eða valdið eitrun í skel. Síðan eru 2 tegundir í ættkvíslinni Alexandrium sem þið sjáið hér og svo Pseudonychia sem eru kísilþörungar og við skiptum í 2 hópa. Það að segja delicatissima hópur sem eru grennri, það eru eiginlega jafn langar og þessar hérna, þetta sverari hópurinn en það eru miklu grennri. Og og svo seriata hópur og það mjög erfitt að greina þessar tegundir með vissu nema í rafeindarsmásjá þannig að við höfum
grúppera þær í hóp og það gera margir sem hafa aðeins ljósmásjá við hendina. Síðan hefur Matvælastofnun í samráði við okkur hér á Hafrannsóknastofnun útbúið viðmiðunarmörk fjölda eiturþörunga í sjó. Það er að segja, ef að frumufjöldinn verður hærri heldur en hér segir, þá er hætta á eitrun í skel og þá skelsvæðum lokað meðan að þetta ástand varir. Og fyrir Dinophysis þetta 500 frumur í lítra, utan fyrir eina tegund, þar sem það 1000. Alexandrium tegundir mega ekki finnast í sjó sínum og Pseudonychia tegundir við höfum mörkin þar 100 til 200.000 frumur. Þá ætla ég að reyna að fara yfir helstu niðurstöður í þessari vöktun fyrir 4 staði, það er að segja Hvalfjörð, Breiðafjörð, Króksfjörð og Steingrímsfjörð. Og ég ætla að byrja á Breiðafirði. Sumarið 2016 þá var í rauninni mjög lítið Alexandrium í Breiðafirði, það er að segja Kiðey í Breiðafirði, sunnanverðum Breiðafirði, nema í fáeinar vikur í seinni hlutan af júní og þá var líka hressilegu blómi sem var langt yfir 20.000 frumur í lítra sem með því mesta sem við sjáum í þessum efnum. Aðdragandinn á honum var mjög lítill, það bara fáeinar 100 fruma þarna, vikuna á undan og blómin virðist bara hverfa nánast í vikunni á eftir. En það voru gerðar eiturmælingar á eitri í skel, PSP í skel og fyrsta mælingin var gerð 10. júlí sem hérna 2 vikum eftir þennan blóma og þá geysilega mikið magn af PSP eitri í skelni, 3500 mikrogram í kíló, en mörkin eru 800. En það sem svolítið merkilegt við þetta líka að það voru gerðar eiturmælingar þarna viku síðar og aftur viku síðar og PSP eitur í skel skólast mjög hratt út á þessum stað á þessum tíma. Og í september þá sem sagt svo komið að það finnst ekki PSP í kræklingnum lengur. Og þetta nú sennilega vegna þess að á þessum tíma nægilegt svif í sjónum fyrir kræklingin að éta og það hjálpar honum mjög mikið til við að skóla út eitrinu. Við sjáum svo dæmum það andstæða seinna í fyrirlestrinum. Nú, fyrir Dinophysis þá var nú blómi á Dinophysis bara á sama tíma og fyrir Alexandrium. Við fundum þarna Dinophysis svolítið aðdraganda að þessum blóma, allavega vikuna á undan fjöldinn orðinn 1000 frumur í lítra, en fer upp í 7000 þarna síðast í júní. En einnig sá blómi dvínar mjög hratt og við höfum hérna ekki svo háar tölur en við sjáum Dinophysis alveg langt fram á haustið. Dinophysis nefnilega það má líka nú við tvinnbíl. Hann hefur tvenns konar græjur til þess að afla sér orku, það er að segja að hann getur ljóstillífað en hann getur líka étið aðra frumur. Þannig að hann hefur möguleika til að lifa langt fram á haustið þó að birtan í rauninni sé orðin engin. Nú, eftir þennan blóma gerð mæling hérna á DSP eitri í skel og það mjög hátt þann 10. júlí. En gengur síðan frekar hratt úr skelni og skelin var eiturlaus í september. Pseudonychia var hérna í talsverðum mæli í júlí, svona miðsumarið, alveg upp í 600-700.000 frumur í lítra, en það var ekki vart við ASP eitur. 2017 þá var nú frekar rólegt yfir þessum hlutum við Kiðey, en þó verður hérna svolítið blómi af Alexandrium í júlí.
alltaf 2500 frumur í lítra en það var frekar lítið af Dino-Physis þetta sumar og fór held ég bara aldrei yfir viðmiðunarmörk fjölda. Og það var líka mjög lítið 1790 frumur í sumar. Ef við skoðum þá aðeins þær mælingar sem liggja fyrir á PSP, þá sjáum við að eftir þennan blóma þá dálítið PSP í kræklingi, 172 mikrogram í kíló. En þetta nú mælt svolítið á eftir, 2 vikum á eftir, þannig að hugsanlega hefur magnið verið meira rétt eftir blóman. En aðalmálið að við sjáum að þessi eiturefni þau berast yfir í krækling. DSP, það mældist vottur af DSP en ekki mikið. Þá förum við yfir Breiðafjörðinn í Króksfjörð og þar fundum við sumarið 2016 fundum Alexandrium í talsverðan tíma en magnið var ekki mikið, alltaf minna en 250 frumur í lítra og PSP mældist aldrei í kræklingi þetta sumar. Í Króksfirði þá var sömuleiðis mjög lítið Dino-Physis, fundum hann 2 vikur í röð en í litlu magni. Hins vegar til þó nokkuð mikið af DSP mælingum þetta sumar og við sjáum að það svolítið DSP í kræklingi fyrir hluta sumarsins og svo miðjan ágúst þá bara allt í einu komið mjög mikið og langt yfir mörkum. Og það líka DSP í kræklingi fram á haustið og þá spyrir maður hvernig getur staðið á þessu, það engin Dino-Physis í sjónum hvað veldur þessu? Og skýringin mjög sennilega svo að þessi kræklingabóndi, hann lætur veiða fyrir sig kræklingi í Hvalfirði og flytja hann í Króksfjörð þar sem hann elur hann áfram og sumarið 2016 eins og þið eftir að sjá var mjög mikið af DSP í kræklingi í Hvalfirði. Þannig ég held að það sé nokkuð ljóst að það hefur verið mælt DSP í kræklingi frá Hvalfirði þó hann héti frá Króksfirði. 2017 þá var sömuleiðis lítið magn af Alexandrium í Króksfirði en það svona vottur af PSP samt í skilinni. Hvort að þetta af sömu ástæðum þori ég ekki að segja en það allavega full ástæð til að fylgjast vel með þessu sambandi. Dino-Physis fannst nú bara alls ekki sumarið 2017 í Króksfirði en DSP fannst hins vegar og það sennilega sömu ástæðum og fyrra sumarið, það vegna þess að kræklingurinn komin til þeirra einhverju leyti úr Hvalfirði. Samt ástæða til að vekja athygli á því að við höfum fundið þarna í Króksfirði tegund sem heitir Prorocentrum lima og það tegund sem getur framleitt DSP. Þetta reynda botnlæg tegund en berst upp í svifið af og til og í Króksfirði nú aðstæður þannig að það mjög grunnt þar og það ekki útilokað að kræklingurinn taki upp eitthvað af þessum Prorocentrum og sem getur valdið DSP eitrum. Ég ekki að fullyrða þetta en ég bendi á þetta. Þetta svona möguleiki. Gott að hafa það bak við eyrað. Þá ég að fara í Steingrímsfjörð og það svona vekja athygli á því að kræklingaræktendur í Steingrímsfirði þeir hafa gjarnan haft svolítið annan hátt á heldur en kræklingaræktendur við Kiðey og Króksfjörð. Að þeir hafa gjarnan uppskorið bara í einum skammti, alla uppskjörina á nokkrum vikum. Og þess vegna sum ára mjög strjálar pröfur frá þeim af því að þeir ekkert að eyða púðri að taka pröfur ef það á ekki að uppskera. Og menn þurfa að fá uppskeru leyfi. Nema að í júlí, sumarið 2016, þá hvarflaði að þeim að fara að uppskera krækling, þannig að þeir tóku pröfur og hittu bara beint í þann stærsta Alexandrium topp sem að ég hef séð eða hef tölur 25.000 frumur í lítra.
og þar með var draumurinn búinn og þeir hættu bara við í bili og reynda að bíða þetta af sér. Og við fengum svo aftur pröfur þarna sent í ágúst og þá var engin eða mjög lítið af Alexandrium í sjónum. En það voru gerða mælingar á PSP 3. september og þá PSP 196 mikrogram í kíló og maður getur alveg ímyndað sér að á þessu tímabili fram til 1. september hafi verið ansi miklu meira af PSP þó við höfum ekki mælingar það. En þetta skolast sem sagt hratt út og haustið í október kræklingurinn orðinn laus við PSP. Og þá það sömuleiðis fyrir Dinophysis að það svona nokkur blómi hérna í júlí og svo aftur í lok ágúst, bara þó nokkur, yfir 4000 frumur í lítra og frumufjöldin lækkar svo þegar líður fram á haustið og það til mælingar á PSP sem sagt 3. september og það mjög hátt, 230 og á meira segja eftir að hækka bara talsvert en fer síðan að lækka þegar kemur fram í nóvember í 90 en við byrjum í janúar þá hefur það hækkað aftur og það geta nú verið nokkrar ástæður fyrir því. Það sem við svo sjáum hérna, það lítið af þörungunum Dinophysis á þessum tíma þannig að það nú ekki von til þess að þeir sé að bæta í DSP-magn í skilni. Hins vegar hafa menn í Steingrímsfirði eins og fleiri svæðum, þeir hafa fleiri en eitt ræktunarsvæði og það ég ekki alveg klára á hvora megin pröfurnar voru teknar, hvort það eru teknar á sama svæði eða ekki. Og síðan það bara það að dreifing þessara eitruðu þörunga getur verið mjög misdreifð. Þeir eru svona patsy organismar, geta verið í miklum fjölda bara á litlu svæði og lítið fyrir utan þá. Þannig að það getur alveg skýrt þessa hluti. Og svo 2017 þá var voru heilmiklir blómar í Steingrímsfirði af báðum ættkvíslum, Alexandrium og Dinophysis. Alexandrium hérna í júlí með 25.000 frumur í lítra og Dinophysis hérna í ágúst með yfir 35.000 frumur í lítra. Þannig að við erum að fá alveg gríðarlega blóma af þessum eitruðu tegundum. Og við snúum okkur aðeins að Alexandrium, þá sjáum við hérna, þetta semst í júlí, en við höfum mælingu hérna í lok ágúst, það að segja það bil mánuði, allavega 4 vikum eftir þennan blóma. Og þá eru mjög há PSP gildi, næstu í 2700 mikrogram í kíló. Og maður getur þá ímyndað sér alveg að það hafi verið mun hærri tölur þarna fyrstu vikurnar á eftir en það eru bara auðvitað spekulasjónir. En þetta sýnir okkur sem sagt að PSP hleðst mjög upp í kræklingi við slíka blóma. En kræklingurinn virðist skola þetta hratt út því í lok september þá eru gildin fallin niður í 141 sem sagt. Og ef við skoðum svo fyrir Dinophysis þá þetta geysilegu blómi þarna og það slær út í mjög háu DSP eitri í skelinni, mæling 27. ágúst og aftur 30. september sýna að DSP gildi eru mjög há. Fleiri höfum við ekki á þessu ári en sem komið en væntanlega verður nú mælt eitthvað tímann á næstunni í þessu. Þá ætla ég að víkja að Hvalfirði og aðeins með smá formála því að Hafrannsóknastofnun, Matís og Fjarðarskel sem var með kræklingarækt í Hvalfirði í Hvammsvík tókum okkur saman og ákváðum að gera verkefni í Hvammsvík til að reyna að upplýsa betur eiturmagn í skel og tengja sem sagt fjölda þörunga við eiturmagn í skel. Í þessu skyni var ákveðið að taka pröfur vikulega og það skyldi standa og Fjarðarskel sá þann þátt. Matís
átti tæki sem hægt var að nota þess að mæla eitur í skel og hrindu af stað samfara þessu verkefni vinnu við að virkja þessi tæki til þess að geta mælt eitur í skel, DSP og PSP í skel á Íslandi. Hingað til hafa þessar mælingar farið fram erlendis, það er að segja sýnin hafi verið send til Írlands í mælingar. En við mældum svolítið fleiri þætti, ég ætla nú bara að gera grein fyrir blaðgrænu hérna sem við notum sem lífmassa eða mælikvarða lífmassa fyrir þörunga, svifþörunga og svo greindum við nákvæmlega aðrar tegundir og ættkvíslir sem voru í pröfunum. En þegar við komum til leiks hérna í byrjun eða fyrir mánaðamótin maí-júní, þá blaðgræna fallandi en í júlí verður geysimikill toppur, alveg 16-17 milligram í rúmmetra sem mjög mikið og jafnvel meira heldur en við fáum oft í vorblómum sem eru ofta stærstu topparnir. Við fáum annan topp hérna í ágúst, miðjan ágúst og úr því fer svifið hjaðnandi fram á haustið og alveg niður í lágmark yfir háveturinn. En við sjáum að hér komin vorblómin byrjaður í mars-apríl núna síðastliðið vor. Það stóð í sem sagt rúmt ár þetta verkefni. Og ef við skoðum þá svifþörunga hópana, þá sjáum við að hérna í byrjun tímans, í maí, þá heilmikið af kísilþörungum en þeir eru semst á fallanda fæti sem þýðir og fer fækkandi sem þýðir að vorblómin yfirstaðin. Og síðan fáum við þá hérna geysilega mikinn kísilþörungatopp sem stemmir mjög vel við blaðgrænumagnið sem óx mjög á þessum tíma og aftur í ágúst ágætis toppur af kísilþörungum. Og þetta ágætt að hafa í huga svona fyrir það sem á eftir að koma hérna, þess að tengja saman. Smáir svifþörungar eru bara í ansi miklum fjölda hérna fyrir part sumars og seinnipartinn og eru reyndar í svifinu allt árið. Og við sjáum svo að skoruþörungarnir, þeir eru svona guttlandi með allan tíman. Það eru bæði ljóstillífandi og heterotróf organismar sem eru þar. En hér sem sagt sér maður aðeins neðst bláa litinn og það eru kísilþörungarnir sem eru komnir af stað aftur að vori. Ég ætla þá að hlaupa yfir eitruðu þörungana. Alexandrium fannst bara stóran hluta sumarsins 2016 en í mjög litlum eða tiltölulega litlum mæli. Þetta hleypur á hundruðum eða jafnvel minna en 100 fjöldatölurnar. Og þeir eru líka fyrir hendi hérna í sumrin í sumar en reyndar hætti þessi tíðasýnataka í vor og það var frekar strjál sýnataka síðastliðið sumar. Fyrir Dinophysis þá leitur myndin út þannig að þeir eru komnir af stað hérna í byrjun maí og aukast alveg gríðarlega yfir 7000 frumur í lítra en eins og þið sjáið þá var fjöldi þeirra meira heldur en 1000 frumur í lítra eiginlega frá júnibyrjun og fram í október. Þetta geysilega langt skeið, samfellt skeið með miklu Dinophysis fjölda. Fjöldið þeirra fellur þegar kemur fram á vetur en þeir eru aftur komnir af stað strax að vori og bara með talsverðan fjölda hérna í ágúst til dæmis. Aðeins að sýna ykkur hérna Sveitonitsjöna, hún var í nokkru miklu mæli bara með miðsumarið 2016 og aftur hérna síðla sumars eða í byrjun september 2017. En þá ætla ég að sýna ykkur hvernig þetta fellur saman við þessar eiturmælingar sem voru gerðar á Matís og ef ég minna ennþá á viðmiðunarmörkin hvað má vera mikið af DSP eitri í kræklingi svo hans teljist neysluhæfur, þá eru það 160 mikrogram. Þetta að vísu skipt upp í nokkra þætti, þetta eru nokkur efni sem eru mæld en ef þið horfið bara á grænusúlurnar þá eru það tótal eiturefnin
í kræklingnum. Og þá sjáum við sem sagt að hérna eru 200, 160 aðeins fyrir neðan, að strax bara í júní DSP eitur komið yfir viðmiðunarmörk og hækkar síðan bara úr því fram á sumarið, enda eykst þörungafjöldin mjög mikið og nær heilmiklum hæðum. Og það má segja að eiturmagnið það helst mjög hátt hérna allt sumarið. Og þegar kemur svo fram á haustið, þá eru ennþá eiturþörungar, dínófísisþörungar, en það náttúrulega farið að draga úr vexti þörunga yfirleitt, þannig að æti fer minnkandi að haustinu og af þeim sögum gengur illa fyrir kræklingin að losa sig við eitrið. Enda fór svo að kræklingunum fór með mjög mikið eiturmagn innbyrðis inn í veturinn og tekst í rauninni ekki að losa sig við það fyrir undir vorblámanum í vor, síðastliðið vor, 2017. Það bendi ykkur líka á þetta sem styður þessar hluti að þurfi fæðu til að losa sig við eitrið. Ef við skoðum þetta tímabil hér, þá sjáum við að eitur fellur bara umtalsvert á milli þessara mælinga og það nákvæmlega á þeim tíma sem að kísilþörungar eru mynda topp og fæðan verður miklu meiri í sjónum. Sömuleiðis þá höfum við seinni kísilþörungatoppinn og þá fellur eiturmagn í skelinni umtalsvert. Reyndar eru fjöldi dínófísis að minnka á þessum tíma en hitt vegur örugglega þyngra. Þannig þetta og við skoðum þetta aðeins fyrir Alexandrium, þá var náttúrulega ekki mikið af þeim en það merkilega að þrátt fyrir að við höfum bara nokkur hundruð frumur í lítra eða bara 100, þá slær það út í PSP eitri í skelinni. Þannig að þetta sambandi fyrir hendi og þetta í rauninni fyrsta serían á Íslandi sem til þessar hluti þar sem mælt, þar sem svifþörungar eru taldir og greindir og í öðru lagi mælt á móti eiturmagn í skel. Þannig að þetta mjög fín og merkileg gögn. Ég vil aðeins benda á eitt til viðbótar og það að segja okkur fyrst að Alexandrium tegundir geta margar myndað systur eða dvalarstig og gera það gjarnan að sumri, seint að sumri eða hausti og þessar systur þær falla til botns og geymast þar þangað til aðstæður verða heppilegar aftur og það getur verið næsta vor eða eftir 2 ár eða 5 ár eða 7 ár. En það sem eiginlega merkilegt við þessa parta af myndinni að það komið PSP eitur í skelina áður en við sjáum Alexandrium svifþörunga í sýnunum okkar. Og skýringin því gæti verið að þessar systur væru komnar á flot í svifið, því að við sjáum þær ekki svo gjarnan í okkar pröfu. Þannig ég tippa á það. Það sé skýringin. Nú, ef maður dregur þetta svo aðeins saman í ályktanir, þá það þannig að eitraðir svifþörungar, þeir finnast á öllum stöðum sem hafa verið kannaðir og þeir finnast oft í geysimiklu magni, ekkert síður en erlendis. Eiturefnin PSP og DSP finnast gjarnan í kræklingi á öllum rannsóknarstöðum, samhliða eiturþörungum í sjó og DSP eitur getur fundist í kræklingi langt fram á vetur og jafnvel til vors. Og þessi gamla regla, þumalputa regla erlausu mánuðina, hún alveg handónýt, það alveg ljóst. Og ég vil svo bara þakka samstarfsaðilum mínum í þessu verkefni, þeir með Matvælastofnun auðvitað og þessir félagar í AFS verkefninu, Matís, sem Sofía Jensen stóð fyrir þessum eiturmælingum og svo félagarnir hjá Fjarðarskel, Elvar Árni og Jóhann sem söfnuðu pröfunum samviskusamlega og svo samstarfsfólki mínu og segi bara gleðileg jól.
Við þökkum Hafsteini kærlega fyrir góðan fyrirlestur. Tíminn svolítið að renna frá okkur. Ef það ein brennandi spurning, þá hefðum við tíma. Biðjum að kynna því mikrofónin. Sæll Hafsteinn, ég þakka þér fyrir gott erindi, Óli hérna. Hvað með langtíma samhengi? Nú búið að greina eiturþörunga ekki bara frá þessum 2 árum heldur, ég veit ekki hvað komið 10 eða 15 ári jável mig. Er þetta aukast eða hafið eitthvað skoðað, vitið það, þróun þessara mála til lengri tíma? Fyrsta samantekt sem ég gerði var eftir 5 ára eða eitthvað svoleiðis. Það sýndi sig að þeir voru, það var ekki hægt að ganga þeim vísum á neinum sérstökum tíma sumarsins. Stundum voru þeir á vori, sérstaklega dínófísir, stundum voru þeir bara á hausti, stundum á miðsumri og eins og við sjáum núna geta þeir verið allt sumarið. Þannig að það er ekki gott að henda reiður á það. En mér sýnist svona, það er ekki búið að gera neina úttekt á því, en við fengjum miklu stærri blóma núna seinni árin heldur en, þá mæni ég fjöldatölur í lítra heldur en áður var. Ég segi þetta samt með fyrirvara, maður man ekki alveg alla hluti, en svona þegar við erum að fá blóma sem eru 20-30.000 frumur lítar, þá er það mjög stórt. Þannig að, hvort eru aukast, ég held að þetta sé nú mjög tengt veðurfarslegum aðstæðum líka. Ef það koma nokkra vikur á sumri þar sem er mjög kyrrt og gott veður, lítil blöndun og svoleiðis, þá geta myndast mjög stóri toppar. Ég held að megi segja það þannig. Þá held ég við segjum þetta gott, eða er eitthvað brennandi? Það er ein brennandi spurning í viðbót. Látt hann ekki brenna. Höskuldur hérna á Hafrannsóknastofnun. Þetta tengist nú kannski meira viðmiðunarmörkunum. Hvernig menn ákveða viðmiðunarmörkin? Nú náttúrulega ertu þarna með tegund, þú getur étið mismikið af þessu og svoleiðis, þannig að þetta er, hvernig ef ég þú væri bara mjög nálagt viðmiðunarmörkum og hvað má maður bara éta sér til óbóta af þessu eða er þetta mjög örugg viðmiðunar langt undir einhverju sem getur valdið óþægindum? Það var svona pæli í þessu? Ég er nú kannski ekki bestu til að svara fyrir eiturmagnið, þú ert að spila um það væntanlega frekar. Þetta eru reglur Evrópusambandsins sem að búa til, eða það er samkvæmt þeim sem þessi viðmiðunarmörk eru. Og ég myndi nú halda svona fyrirfram að þau ætti að vera nokkuð örugt að fólk ætti ekki að verða veikt svona upp undir þessi gildi. Ég myndi halda það. Þetta er náttúrulega velþekkt saga í Evrópu. Já. Ég segi bara allt er gott í hófi, Höskuldur. Ég vona að Höskuldur vari sig jólin. En allavega við þakkum kærlega fyrir komuna og þetta var jafnframt síðasta málstofa þessa misseris og við höldum keik á stað aftur í janúar og vil benda samstarfsfólki mínu á þennan vettvang til að kynna rannsóknir sínar og bara hafa það gott í fríinu.